Já, sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það eru 2 leikir í gangi, einn í ensku bikarkeppninni og það sem að Arsenal er 1-0 yfir Get Sutton í hálfleik og í toppáratuslagi í körfuboltanum er Tindastóll yfir Get Stjörnunni 79-56. En nú það, við ætlum að fara núna í frjálsar íþróttir og línuna er komin hún Ásdís Hjálmsdóttir. Heil og sæl. Komdu sæl og blessaður. Herðu, þú ert nú heldur betur að byrja árið þitt vel og sína að þú sért í toppformi núna. Þú gerir þig lítið fyrir og bara bætir Íslandsmet núna í kúlvarpi. Já, maður aðeins að sína að maður er ennþá á lífi. Já, enda, já, þú ert náttúrulega fyrir hlustandan, þú ert alltaf eða ekki úti að æfa? Jú, ég er búsett í Sviss. Og hvernig er svona venjulegu dagur hjá þér í Sviss? Ertu bara að æfa spjótkast og kúlvarp þar eða? Nei, ég er reyndir ekki að æfa kúluvarp en ég er í doktorsnámi hérna úti líka, þannig að ég er að sinna því. Það er náttúrulega, það er ekki svona eins og venjulegt nám heldur, það er meira bara rannsókn að vinna, þannig að þetta er svona meira eins og vinna. En þannig að ég er að gera það og er að vinna á daginn og æfi svo líka með og þannig að það er nóg að gera. Já, nákvæmlega. Ég trúi því, doktorsnám og vera afreksmaður í íþróttum, þetta er svolítið skemmtileg blanda. Já, þetta er mjög skemmtileg blanda. Þetta getur orðið svolítið erfitt svona á tímabilinum. Þetta er svona misauðvelt en það einhvern veginn gengur allt saman upp fyrir rest. Já. En já, þú varst að bæta þitt eigið Íslandsmetið það ekki helgina? Jú, ég tók metið af henni Guðrún Ingólfsdóttur í haust. Það var þá orðið, já, vel rúmlega 34 ára gamalt og þannig að það var svona komin tími til. Og já, ég bætti það þá einhverju rétt rúmlega 30 cm. Já. Og bætti svo við einu stykki á laugardaginn. Það er ekki verra. En já, hvernig er svona nýja markmið þitt á þessu ári? Nú er náttúrulega alltaf að nóg að vera hjá þér. Hvernig er svona stærstu viðburðinu hjá þér á þessu ári? Ég náttúrulega er að stefna á heimsmeistaramótið í ágúst og það er algjör svona aðalfókus. Mér langaði bara aðeins að því að ég kastaði kúlunni yfir 16 metra í fyrrasumar, þannig að mér langaði til að taka 2 mót og sjá hvort að ég bæði geti ekki bætt innanhúsmetið sem ég setti í september og líka að sjá hvort ég myndi ná lágmarki á Evrópumeistarmóti innanhús. En það var 16:30. Þannig að ég náði því ekki, ég er ekki að fara til Serbíu. En þetta var svona, þú veist, það var þessi virði að allavega að keppa og láta reyna á það en fókusin er samt algjörlega áfram á spjótið og ég er búin að vera að æfa fyrir spjókast. Ég breytti ekkert æfingunum neitt fyrir kúluna, ég bara kastaði kúlu eftir æfingar einu sinni í viku. Og en já, núna mun ég hætta því og bara fókus er algjörlega á spjótið. Já, nákvæmlega. En já, hvernig hefur þið fundið svona frjálsíþrótta árið fara að stað núna bara hérna heima og erlendis? Það er náttúrulega bara er rosalega mikið að fólki að gera góða hluti og það er rosalega gaman að fylgjast með sérstaklega ungu stelpunum okkar heima sem er að hlaupa svona hrikalega vel. Og ég er alltaf svona fylgjast með úr fjarlægð sjálfsum á Íslandi. Það er svona, þegar maður er ekki á mótunum og þá er það eins og öðruvísi en mér finnst einhvern veginn svona, þú veist, þegar maður er að fara í landsliðsferðir áfram og allt þetta meðan ég er ennþá í þessu að maður verði að vita hvað er í gangi. Já, nákvæmlega. Og mér finnst hrikalega gaman að sjá hvað er mikið að ungu fólki að koma upp. Já, talandum mitt ungt og etnilegt frjálsíþrótta fólk, það hefur nú tíðkast reyndar oft í gegnum tíðina að eiga etnilega frjálsíþrótta fólk sem hættir svo. Þú þekkir þetta sjálfa, það voru margir etnilegir í kringu sem eru hætt í dag. Jú, sjálfsög. Það vill nú bara, lífið kemur fyrir þegar maður er að gera önnur plön. Og það er náttúrulega bara alls konar eins og það er, en þetta er náttúrulega rosalega mikið, þú veist, þú þarft að vera ansi ákveðin í því og það eru vissa fórnir sem þú þarft að færa og lífið er svona, þegar maður er á fullu í svona afreksþjálfun og þá er lífið svolítið á pásu. Já. Svona þannilega séð að mörgu leyti. Þannig að það er náttúrulega bara misjafnt, það er ekkert allir tilbúnir í að færa svoleiðis fórnir og svona. Nei,
En það samt ofta tínast inn einmitt svona, einhverjir reynslu boltar og fleiri sem hafa kannski verið að taka sér pásu í 3-4 ár þess vegna og að sýna bara flottan árangur. Já, það alltaf gaman að því og það alltaf gaman að sjá þegar fólk að koma svona aftur en maður skilur þetta náttúrulega þetta með sem við talum með brottfalli og þetta þegar fólk þegar efnilega fólki heldur ekki áfram það alltaf svona frekar leiðilegt að sjá þess vegna verður maður alveg ekstra glaður þegar fólk kemur svo aftur heldur áfram. Svolítið gaman að fylgjast einmitt núna eins og helgina fyrrverandi þingmaður mættu bara í þrístökk og fleira það held ég ekki sem gerist mikið í öðrum löndum. Nei, jú, þetta gerist alveg í öðrum löndum líka en kannski ekki mikið að þingmenn sé að stökkva 3 stökk ég myndi nú ekki segja það en það svona fólk að koma aftur og það alltaf gaman að þessu. Já, nákvæmlega. Ástæði svona í lokin áður en ég slett það svona í vetur hjá þér, hvernig svona venjuleg dagar, ertu að æfa alla daga eða hvernig þetta hjá þér? Já, svona dagstæðlega rútína mín bara þannig, ég æfi bara 6 daga vikunar, þannig ég tek mér alltaf einn hvíldadag og rútínan hjá mér nú bara þannig að bara fara að stað á morgnana í kringum 8-leytið og fara upp á labb og svo ég að vinna þar í verkefninu mínu fram til svona 4 þá fer ég heim og ger mig klára æfingu og svona á virkundum og að fara æfingu svona 5 til 7:30 og svo maður svona að reyna að vera sósíal og hitta vinina og eitthvað svona kvöldin og það eiginlega bara svona sem það rúlar, ég bara að vinna á virkundum og svo svona æfi ég líka á laugardögum en ég tek alltaf sunnudagana frí og þá maður nota tækifærið og svona fara vel með sig, fara í sána og svona eitthvað. Já, nákvæmlega, aðeins að degra sig. En þetta er svona basic rútínan eiginlega. Þú ert nú komin heldur betur með, búin að læra það ekki með tíðina að það þarf virkilega gott skipulag í kringum að vera afreksmaður í frjálsum. Jú, það þarf að skipulegja sig vel, sérstaklega í talunum að maður ætlar að vera í námi með eða vinna eða hvað það er sem þú ert að gera. Að bara það að koma inn svona hluti það þarf að fara í naut og það er kannski að fara í sjúkraþjálfun og það er svona hlutir sem að skipta rosalega miklu máli upp á, hvíldin er nefnilega alveg mikilvæg á æfingarnar og það þarf að hugsa út í það líka og gefa sér tíma í það og það þarf að láta þetta allt einhvern veginn passa saman og þannig að það er svona betra að eiga auðvelt með að skipuleggja sig þegar það kemur á því. Ásdís, takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og njóttu og hafa það sem allra best. Já, takk kærlega og takk fyrir mig. Takk, bæsuð. Bye. Já, það er nú helsta framundan í frjálsum, það er meistaramót Íslands 15-22 ára, það er núna næstu helgi og fyrir áhersum að endilega kíkja á það er frjálsdeild Fjölni sem býður heldur mótið í Laugardalshöllinni og það er að gera skella sér í Laugardalshöllinni næstu helgi, þetta hefstu 11 morgun á laugardeginn og líkur á sunnudeginum svona 4-leytið. En helgina fór fram meistaramót Íslands innanhús, það sem voru alls gríndir 26 Íslandsmeistara, þar að 12 úr ÍR, 5 úr FH og 3 úr Breiðablik. En flesta titla vann hann Ívar Kristinn Jassonarsson úr ÍR en hann sigraði í 200 og 400 metra hlaupum, auk þess að leiða sína sveit til sigurs í 200 metra boðhlaupi. En 3 aðrir íþróttamenn unnu 2 titla, það voru þau María Rún Gunnlaugsdóttir í langstökki og 60 metra grindahlaupi, Bjartmar Örnusson í 800 metra og 3000 metra hlaupum og Andrea Kolbeinsdóttir í 1500 og 3000 metra hlaupum. En það er hægt að sjá öll helstu úrslit úr þessari keppni helgina inn á fri.is og við ætlum næst að heyri Jónum Árna Birni Pálssyni sem er meistaradeildari í hestaíþróttum síðustu 3 árin en gæðafimmin er núna